Góðan daginn hér og velkomin. Guðs orða þáttur. Ég veit hvað máli snýst. Með titlinum Guðs orða þáttur. Þannig að við ætlum að leyfa Drottni að tjá sig við okkur Guðs orð og eins og allt og áður hér þá leyfum við honum bara að stjórna þessu og stýra og ráða og svo kemur eitthvað gott út úr því. Það kemur alltaf eitthvað gott út úr því þegar ég og þú leyfum honum að stýra og stjórna. Er það kunst að leyfa honum það? Fyrir mér er það ekki, nei. Ég veit ekki hvernig það er að gera þetta en ég hef gert þetta svona. Ég er eiginlega ekkert að velta fyrir mér hvernig aðrir gera verkin. Ég er bara að gera þetta eins og Guð vill að ég gera þetta og ég bara trúi því að aðrir séu með þessa stefnu hjá sér. Ef þeir eru ekki með hana þá hvað get ég gert við því? Ég held mig bara við minn steðja og við það sem að ég hef lært í Jesú nafni og punktur og eftir. Þetta er svona að eiga einfalda trú, nothæfa trú, gilda trú sem að leitast ekki við að vera neitt að flækja þetta of mikið fyrir sér. Sumir eru alveg snillingar í að flækja þetta svoleiðis fyrir sér að ég veit ekki af hverju maður gera það. Kannski til þess að blása sig eitthvað út, ég veit það ekki. En ég held að blási sér nú ekkert út fyrir hverju, ekki fyrir mér allavega. Það með að bara gera þetta eins og þeir vilja og ég tek við því eða ég tek ekki við því, punktur og eftir. Þannig er þetta nú líka með þessi samskipti okkar að annarkvort taka menn við því eða ekki. Það er ekki þar með sagt að þú megir ekki tjá þig um eitt og annað þó að kannski einhverjir taki ekki við því. Og það er heldur ekkert sem segir það að þú hafir ekki haft það rétt fyrir þér þó einhver taki ekki við því. En þarna erum við nú mjög viðkvæm. Það er svo margt í hjartan og okkar sem hefur valdið okkur vonbrigðum og við erum ekki sáttu við þetta og hitt og svo erum við í einhvern þöngum sem að reyna kannski að tjá okkur en erum klaufsk við. Stundum erum við á þeim stæði í okkar lífi að við viljum eiginlega aðrir lesi bara hugsanir okkar. Þannig að þeir komi bara útskýringarnar á þess að við biðjum neitt Alls konar í gangi á manni og konu en þannig er það nú ekki að Guði gefið vegna þess að hann vill að við tjáum okkur. Við tjáum okkur okkar innstu mál, hjartans mál og gerum vegna þess að við höfum alveg möguleika á því að gera það og vera þar með Drottni með okkur í þessu öllu saman og hann, vissulega kannski ekki. Hann er að nota fólk til að vera blessun inn í þitt líf. Og hversu oft hefur ekki fólk verið blessun inn í þitt líf sem að ertu auðvitað að glíma alls konar glímu og ræður ekki alltaf vel við þína glímu en þú hefur Drottinn til að leita til og ef hann vill, það getur alveg gert, þá mun að benda þér á þessa manneskju eða hina til þess að tjá þig þetta við hana. Og þú skalt gera það, ég mæli með því að ef þetta er þannig að þú færð eitthvað nafn í huga, þá er mjög líklegt að Drottinn hafi með einhverjum hætti sett hana eða hann inn í málefni þitt og þegar þið hittist og þú byrjar að tjá þig þá kemur eitthvað frá Guði sem að þú ætlar að nota. Það er þannig sem við erum hvort fyrir annað, það er þegar við þurfum virkilega á því að halda að leita ráða. En svona þessi hversdagslegu erfiðleikar og áhyggjur, þær eru kannski ekkit endilega það sem við erum að leita í við leitum auðvitað til Guðs með allt en hann kannski ekkit endilega að tjá sér neitt það. Og þetta er svona eitthvað bara sem að veita hvort þið muni ganga yfir og að kvöldi dags
þá manst þú ekkert eftir því að hann verið svo mikið að pæla í þessu. Þetta að vera maður. Þetta þessi veiklundaði maður sem að Drottinn endalaust að glíma við. Og við verðum víst áfram þetta veiklundaða fólk svo lengi sem við lifum. En hann með okkur í deginum. Hann með okkur hér og nú. Við megum ekki gleyma því hvernig þetta Þannig að það alltaf von, það alltaf einhver birta, einhver staðir kringum okkur, þó við sjáum ekki neitt. Við erum ekki heldur sannleikur sjálfur. En við vitum að Drottni, við lofum hann og elskum hann. Og lærum æ betur að leita bara til hans. Og þá minnkar líkurnar á því að einhver einstaklingur, það getur verið að þú þurfir að vera með þennan einstakling með þér tíma, að hann verði þessi kvörtunarbaukur þinn. Og þú ert að þreita hann alveg óskaplega á því sem þú ert að segja, en hann tekur við þessu vegna þess að hann trúir á Jesú og já, ok, ég ætla að hjálpa þessu bróðir eða þessari systir. En svo vextu upp úr þessu, ef trúin fær að vera eðlilega í þér og þú hættir þessu tuði en snýrð þér bara framvegis beint að Jesú og ræðir þetta við hann. Hann tekur alveg við þessum umkvörtunum mínum og þínum og undir þessu allan daginn jafnvel hjá okkur og umber vegna þess að hann elskar okkur. Þannig þess vegna sem hann umber þetta allt saman. En hann, fyrir honum þetta ekkert mál, en hann vill að þú líka komist undan þessu sjálfra þín vegna. Því að þegar þú ert með þessar byrðar á þér, þetta tuð, má segja, þá líður þér ekkert vel. Þú kannski algjörlega ósammála þessu, þetta eru kannski bestu dagar þíns lífs, þú ert að tuða við mann og annan. Ég held ekki. Það er með þess vegna sem að Drottinn gaf okkur trú. Það er náttúrulega við skyldum læra að þekkja hann og við lærum að þekkja hann og þegar við lærum betur inn á hann þá minnkar allt þetta, þessi tilefni sem gefur okkur færi á að vera endalaust tuðandi. Ekki neitt, bara þegar okkur líður ill í hjartanu. Ekki tuðið svona 99% það að okkur líður illa í hjartanu. Ég held það. Allavega þegar ég á þessum stað sem nú lengra á milli orðið, þá er það vegna þess að mér líður illa í hjartanu. Þannig að þessi maður sem þú ert hér að hlusta á bara eins og þú. Þarf að glíma við sama og þú. Það er engin munur á. En hefur lært af göngunum, ég búinn að vera lengi við þetta, að Drottinn til þess að tala þetta við, en ekkert endilega manneskja. Vitið það að ég leitaði nú ofta ráða hjá mönnum, og var svo smaltilega með það, að þetta var svo mikið ráðlagt á þeim tíma, en ég fyrir margt löngu hættur því. Ef Drottinn hefur ekki svöruð fyrir mig, þá veit ég að þú hefur þau ekki. Þannig að það er allt saman dottið út úr myndinni. Þetta er að treysta Guði. Og þetta kemur með því að þú heldur bara áfram. Þú tekur skrefið inn og sporið þín og heldur áfram. Ekkert minna heldur en það. Og það er gott fyrir manneskju að halda áfram. Það hefur reynst mér vel að halda bara áfram. Og hér ég í dag, eftir bráðum 40 ára göngu með Drottni, að því ég hef alltaf haldið áfram. Er það afrek? Já, ég veit það ekki. Er það afrek að taka skrefin sín í deginum? Ég held nú ekki. En þetta hefur maður nú samt gert. Og ég stendi í dag að tala við þig þessi mál. Einkum og sérlega til að hvetja þig til þess að taka réttar ákvarðanir, til þess að taka guðlegar ákvarðanir inn í hugðarefniði. Og hver eru þau? Spurðu Guð, fáðu leitaðu svara í honum. Hann er þinn Guð, hann er líka minn Guð. Og minn Guð vill að ég tala við sig. En ég er ekki þú.
að það er opin leið að honum allan daginn. Og við erum mörg að nota þessa leið. Kannski til þess að tuða við hann. Og hann leyfir þér að tuða við sig. Þangað til að þú hefur séð einhvern ljós í tuðinu og fengið einhverja smávegis lækningu á tuðinu. Og það auðvitað styrkir þig. Því að næstur þú tuðar, þá er kannski orðin einhver tími á milli þarna. Og þú fær sigur líka á þeirri ástæðu. Allt er þetta ástæðu sem þú veist ég þarf ekki að vita en þú veist það. Og það er komið að því þá að fá lækningu. Drottinn getur læknað allt tuð í okkur. Hann veitur rótina að tuðinu og kemur með lækningu inn í þessa rót og það hverfur sem var ástæðan fyrir þessu tuði. Að þetta er allt saman af ástæði sem við gerum þetta. Og hver er ástæðan? Einkum og sérlega hún að okkur líður illa í hjartanu. Það ekki? Eitthvað hugarangur. Það er nú einn sem fylgir manninum, alltaf hugarangur, sem kemur upp af litlu tilefni. Við tölum svona að því við erum bara manneskjur. Ef einn reynir þetta, þá hefur þú líka reynt. Ef einn hefur fengið lausn í Jesú nafni, þá býður lausnin líka eftir þér í þessu sama Jesú nafni. Það hefur ekkert breyst. Og hvað segir þetta mér? Jú, trúboð og kristniboð þarf að halda áfram. En leyfðu samt auðvitað Drottni að stjórna því og stýra hvernig þetta trúboð er gert. Því það er ekkert sama hvernig það er gert. En Drottinn er með leiðina. Og hann vill að þú stundir þetta, sért á þeim stað. Hann vill að aðrir séu annar staðar að gera eitthvað annað sem Drottinn hefur uppálagt. Og þannig byggist upp einhver mynd af því hvernig Drottinn vinnur. Það er ekkert allir í sama verkefni og það væri mjög einkennilegt ef allir væri í sama verkefni. En þessi er á þessum stað, þessi á þessum stað, vegna þess að Drottinn hefur sett þetta svona niður. Úr þessu verður einhver heildarmynd sem byggir einhverja mynd sem má standa á og reyna með þeirri vissu að gagnist að því hún er til og ekkert minna heldur en það. Og það sem er til er hægt að nota, en þú notar ekki það sem ekki er til. Það þarf fyrst að verða til. Þannig að leiðirnar fyrir okkur, þessa tuðara, segjum það, hún er til. En til þess að losna við tuðið, þarf það að fá lækningu á orsökin. Hver er orsökin? Það er eitthvað í hjartanu þínu sem er að banka á þig allt ánægslagi. Og þegar þetta er að banka, og þú leyfir þess að koma og verður alveg hrikalega fúll þann daginn, það er í raun til þess að þú losir þig nú við það. Leyfir þess að bara sigla sinn sjó, en þú gerir það ekki. Af hverju? Af hverju gerir ekki maður það sem er rétt og losar sig við það sem er honum þungt og erfitt? Hver skilur mannshjálp? En það er alltaf einhverjir sem að losna og þeir hætta í það minnsta að tuða og verða því oftar glatt fólk. En eru samt á þeim stað, þessar stað viðkvæmninnar, og við suma má ekkert segja, þá eru þau bara hrundir saman. Hvernig ætlar að bregðast við því? Þú getur ekkert brugðist því. Þetta er bara svona. En þetta má ekki vera til þess að þitt líf skekkist allt og beyglist og sveigist. Þú verður að halda áfram að lifa þínu lífi. Ef einhverjir í kring er eitthvað að taka því illa, þá bara taka þér því illa.
En þú hefur alveg jafnt leyfi á hvern sem að lifa þínu prívat lífi. Sértu ærleg, heiðarleg manneskja, þá ert þú ekkert að abbast fyrirfram upp á einn eða neitt, en sértu það ekki, þá geti alveg svo farið. Þá erum við aldrei komin í aðra stöðu og ég segi við þig, þessi staða er líka uppi. Það er allt í gangi. Þannig að við erum endalaust að reyna okkur, má segja, reyna viðbrögð okkar. Drottinn er að reyna viðbrögð okkar við þessum kringumstæðum eða þessum kringumstæðum. Þú fengið lækningaferli og ertir ekki annað vitandi en að þú sért laus, en þá kemur það reynsluði. Og hvernig er hún? Það blasir við þér. Til að Drottinn sjái viðbrögðin. Og ef þú reynist, tekur þessu bara með stóiskri, þá segir Drottinn við þig, þú fengið lækningu. Lækningu? Já, segirðu, þá vaknarðu. Og þú segir núna að það er komið fullur sigur inn í málið. Hver var þeim partur? Ekki nokkur skapaður hlutur, önnur, en þú trúir. Þú trúir á Jesú. Það er hann sem sá þetta allt. Hve mikla vinnu lagði hans á sig til þess að þetta yrði hjá þér? Ég veit það ekki. En hún getur hafa verið mjög mikil. Ég held að hann myndi ekki segja mér þó ég spyr hann það. Hann er ekkert að pæli því. Hann vinnur bara verkin, svo fær þú lækningu, eða ég. Og alls konar meinum, ekkert endilega líkamlegu meinum, og það er kannski sjaldnast sem að það í gangi, en það er alveg til. En það er líklega sjaldnast sem það í gangi, heldur þessi meinsemd sem byggir á þessum veikleika mínum. Viðkvæmni minni og stundum ofurviðkvæmni minni. Við erum öll þarna. Þannig að verðst ekki að blása það neitt út. Ef þú ert að því. Það er margt sem við þurfum að skoða, það er margt sem við þurfum að vita og skilja og skynja. En við verðum þá að fara út í þessa sálma. Ef við tjáum okkur ekkert þessa sálma og er slett stama þá, það heitir að læra ekki og rasa alltaf sömu þúfuna. Og hvað segir Drottinn það? Hrein heimska minn kæri. Þú byrðir þér aldrei brunninn og varst í sífellt að detonja. En núna hefurðu byrt brunninn og þú tókst á æðislegan sprett. En girðingin í kringum brunninn, hún stoppaði þig. Þannig að þú féllst ekki í henni í þetta skiptið. Það heitir að byrja brunninn, það er að hafa gert þau verk sem duga. Þannig að þú varst ekki fyrir neinu tjóni í það skiptið. En þú vaknaði þegar þú steyttir á girðingunni. Þú varst nú reyndar búin að gleyma því að hún væri þarna. En það er allt í lagi. Hún er þarna og það skeði í raun og veru ekkert fyrir þig. Þetta er að hafa unnið lexíuna sína, þetta er að hafa unnið verkin sín til framtíðar. Það sem við erum að gera í dag til bætingar einlífs gildir til framtíðar. Hjá einum stað, þá myndu fá reynslu á það sem þú varst að byggja og það kemur í ljós hvort það haldið ekki. Og það hélt og það er komin alveg upp ný staða fyrir þig. Það er svona sem Drottinn vill byggja upp lífið okkar. Þegar við erum með slóð mistaka á bakinu og hörmum sum þessar mistaka, en Drottinn vill bæta fyrir sum þessar mistaka og setur því í verkefni sem að laga til hjá þér sjálfum og sjálfri til að þú lærir að gera þetta ekki aftur. En þú getur alveg gert þetta aftur.
Það heitir að rasa aftur sömu þúuna og Drottinn finnst það ekki mjög viturlegt að við séum að rasa aftur sömu þúuna. Og hver þín þúa sem að þú hefur endalaust verið að rasa Það geta verið alls konar þessar þúur. Einn getur verið girndarbruni svokallaður. Þessar tilfinningar manna sem að heita þessu nafni. Og þegar þær grípa þig þá ertu nú ekki rólegust úr allra manna eða hvenna. En þú hefur sigrast á þessari girndinni. Og hún getur verið í margar áttir. Girnd ekki eitthvað eitt. Hún getur verið í margar áttir. En þú hefur sigrast á þessari girndinni og veistu hvað hún gaf þér? Ró. Og þú segir, þetta miklu betra að vera með þetta svona. Nákvæmlega, svona eru sigrarnir í Jesú nafni að þú segir, það miklu betra að hafa þetta svona. Þetta undirbyggja gott líf fyrir sig sjálfan og þetta Jesú að gera á hverjum einasta degi og þetta markmiðið hans með þig. Byggja upp lífið og búa til góða tíma. Án Jesú þetta algjörlega útilokað. Þegar myrkrið sem að þú varst undir, það heitir synd, við vorum öll það, ekkert að pæla neitt í þessu. Það ekki fyrir ljósið kom, lýst upp hjartað þitt, sem þú áttaðir þig á að það er Jesú. Og þá byrja þessi ganga, þessi lærdómur, sem þú hefur hvergi annars stað fengið nema af þessari göngu. Og í dag ekki slóð fyrir aftan þig af röndum munum. Nei. Svo varum við tilbaka, já, þetta bara lítur nokkuð vel út. Af hverju? Ég lofa Drottinn á hverjum degi. Það lykillinn að því öllu saman. Og annað, lært að gera vilja Drottins, já, í þessum degi. Ég hef bara einn dag í einu hvað þetta varðar. Ég hef raun og verið ekkert nema andartaki til þess að gera vilja Guðs. Og dagurinn líður, já, með mörgum andartökum að baki, má segja. Hvernig hef ég unnið úr það? Ég allavega á þessu stað í dag, já, ég held ég hef unnið ágætlega úr það. Og hef gert það með Guðs sjálf. Þetta boðskapur. Þetta það sem við erum að tala um. Snýst ekkert mig. Ég bara kall í dag í rauðu köflóttri skyrtu. Og ekkert merkilegt með það. En maður sem að þjóna Guði og elskar að læra á hann minn kennari. Hann minn eini sanni kennari og hefur reyndar alltaf verið. Þannig að ég hef aldrei elt neina einhverja kristilega tískusveiflur. Ég held að sé einhvers staðar til en ég hef aldrei verið að eltast neitt í það. Og ég ræði þér að vera ekkert að eltast við það því að þú þarft þess ekki. Þér nægir alveg að horfa í auglið Drottins sem þinn persónulegi Guð og segðu við hann, Drottinn, ég vil læra af þér. Hann elskar svona beiðni. Og hann tekur þig að sér. Hann byrjar að kenna þér. Hann tók mig að sér að þessu leyti vegna þess að ég bað hann um það. Ég bara sagði við Drottinn, kenn þú mér. Og ég ennþá við nemendaborðið hans og ég ekkert að fara neitt þaðan. Ég hef ekki löngu fullnum með í þessu. Vilt þú það? Ég segi bara ekki saman þú, nei, ég það ekki. Og það einmitt spennandi þátturinn í þessu öllu saman. Þess að það gefur hver dagur manni
eftirvæntingu að því maður ekki fulln það. Að því maður langar til að vita meira. Maður leitar til hans sem veit meira og fús til þess að fræða mig og þig sem einstaklinga. Og við stöndum upp og vitum þá aðeins meira. Það bæstu við þekkinguna sem fyrir Þannig allt vinnur þetta saman. Ekki til að blása mig upp, Guð forði mér frá því að gera það. Það ekki til leiðilegri menn en þessir uppblásnu menn. Það finnst mér ekki skemmtilegt fólk að vera innan honum. Vera innan þá? Mjög sjaldan. Þetta betur verið maður nú bara að mestu leyti innan bara venjulegt fólk. Og ég kann best við að vera bara innan venjulegt fólk. Fólk sem elskar Jesús, það nú akkurinn í því og ég hef verið þar. Með þessu fólki sem engum og sérlega elskar Jesú. Annað var það mig í raun ekki Þetta það fólk sem ég vil hafa í kringum mig. En hvernig með þig? Þessi kristnumann sé neitt betri. Þeir ekkert betri, það alveg rétt hjá þér. En þeir kristnir sem elska Jesú talningu það og það breytir öll. Fyrir þeir sem kristinn mann eða kona. Betri verri, þeir ekkert betri. Og þeir heldur ekkert verri. En það þeir eiga Krist í hjarta sínu. En þú getur alveg hort á það. Akkur þeir ekki betri, segir þú. Líklega vegna þess að þú varst að vænta einhvers annars af þeim en þeir geta veittir. Það ekki þannig? Allan að sér maður þetta töluvert öðrum augum en var þegar maður gekk inn í þessa dýrð, eða þetta dýrð, sem maður hefur lært að fólki bara jafn breyst og ég. Flestir að berjast trúarann í góðu baráttu og gengur illa að koma þessu til skila að þeir alltaf í ykkur klúðri með sjálfan sig. En þeir elska Jesú. Þeir elska að vera innan með Jesú. Og Jesús segir, þú ert velkominn. Og hvað meira? Ég ætla að halda áfram að kenna þér. Hann gefst ekkert upp á okkur. Og auðvitað þakka ég Guði fyrir það að svo Þegar hann væri þá löngu búinn að henda mér út. Sjálfsagt þér líka. En hann hendir engum út. En sér undir iljarnar á sumum. Allavega tímabundið. En það ekki eitthvað sem að þú þarft neitt að lenda í. Og vertu bara ærleg manneskja í dag. Opnaðu bara á Jesú í dag. Og segðu það, Jesú, hér ég. Má ég koma inn? Spyrðu. Þetta svona niðurlútur. Búin að vera óðalega óþekkur strákur að eigin mati. En drottinn horfir ekki það. Það segja, komdu bara, vertu velkomin. Þú ert allavega komin, segir hann. Það eina sem hann veit fá. Fór hann ekki eftir þessum eina sem viltu trá. Skildi eina 99 og eftir. Þeir voru hvort ekkert að vera. Jú. Og fann hann. Og glaður sett hann upp á sínar eigin axlir og gekk með hann tilbaka. Svona Jesús. En við stóru strákarnir, við erum alveg í rúlandi þegar við sjáum þessu góði nattum að Jesús alveg brosandi út á eyrum, að gleði, yfir þessum hann eina sem fór og nú er hann kominn aftur. Bróðinn sem var dauður hann lifnaður, sagði við eldri stráki sem var svoleiðis fúll yfir því að yngri strákur var kominn og kallinn bara sló upp veisluðu. Hann sá þetta, hann lifnaður drengur, sjáðu það. Hann sá það ekki. Fóru rúlandi til sjálfst verið fílubúki, eins og ég og við henni og þú, engum og sérlega þeir.
Þannig að við förum alveg í að dæma einn. En við getum alltaf glaðst í Jesú. Það er nú svo merkilegt með það. Sama hvernig árar og hvernig þetta hjá okkur, þá getum við alltaf glaðst í Jesú. Svo gaman að eiga Jesú í hjarta sínu. Finnst þér það ekki gaman? Ef þú þekkir Jesús, þá tekur alveg fagnandi undir þessu af því þú þekkir þetta svo vel. Sama hvað þú segir við aðra, ég er ekkert að tala um það. Ég veit að hjartað er glatt að því bara þekkja Jesú. Þetta nafn Jesú, það verður svo yfirgnæfandi stórt fyrir þér að það skyggir á allt annað. Þetta nafn nær að koma stíga upp í þínu hjarta og þú sér það bara, þá er það vegna þess að það er orðið svo rosalega stórt. Það ekki? Jesús er lífið. Maður þarf ekki alltaf að trúa á hann. Maður haldi hvað að hneykslaði, ég heiti þetta fyrst. En ég vissi hann þá og sagði það þá að maður þarf víst að trúa á Jesú alltaf. Ég hef alveg haldið mér við þetta. Og ég hef ekki veiklast í þessari afstöðu, þú þarf alltaf að vera í Jesú. Af hverju segir það að þú þurfir ekki alltaf að vera í Jesú? Myndu, hvað ætlar þú að gera þegar þú ert ekki í Jesú? Hvað ætlar að gera þá? Hvað ert að gera þá? Hefurðu spáð í það? Eitthvað ert að gera. Svo mikið veit ég. Og þetta eitthvað sem þú ert að gera, það getur verið bara hvað sem er í raun og veru. En ég segi, og þú tekur undir það, þú þarf alltaf að vera í Jesú. Alltaf! Það er engin undankomuleið frá því að þjónunum eða þjónunum ekki. Þú ert annarkvort að þjónunum eða þú ert ekki að þjónunum. Og hvatningin frá kollum eins og mér segir þjónaðu drottni. Gleymdu öllu öðru. Maður er nú að lifa lífinu. Hvað er að lifa lífinu? Fyrir mér er það að þjóna Jesú og það er að lifa lífinu. Á hvað staði erum við með okkur? Á þessu stað þar sem við sjáum Jesú sem allt í öllu, eða Jesú sem eitthvað lítið nafn á hurðarúni eða hvað sem er, þú eru alltaf að séð það. Og bara þetta það er gott að hafa þetta annað. Þetta er ekki rétt leið. Þú þarfst að gefast Jesú allur og öll. Er það hægt? Þú veist að Jesú getur allt. Já, það er hægt. Með hans hjálp. Þið sjáið að svona boðskapur er rosalega einfaldur. En við erum að flækja hann svoleiðis fram og tilbaka með allt konar kenningum, misgóðum, en öll meinum við vel, það er ekki málið. Eitt er að meina vel, annað er að gera vilja Guðs. Að meina vel og benda á eitthvað annað, það er ekki að fara vel með Guðs orð. Það er ekki að fara vel með trúna sína. Það er að fara illa með trúna sína og það ætti enginn maður að leyfa sér. Og Guð forði mér allavega frá því að leyfa mér slíka ósvíðnu því að það er ekkert annað en ósvíðna. Þannig að við erum með svona þætti eins og þennan, Guðs orða þátt til að náttúrulega kenna leksíuna og setja upp þessar varnargirðingar. Við verðum að hafa þær uppi. Þú ert með varnargirðinguna og þú gengur eftir núna og er svolítið strengt og flott. Þarna verður ekkert í gegn, segjum við. Svo byrjum við að slaka á og það er langt síðan við athuguðum síðast varnargirðinguna. Það er mest að kíkja þess á hann í dag. Þarna liggur hún bara niðri með það. Hvað er í gangi?
Ég var ekkert að sinninni. Ég var hættur að nenna að sinninni. Og þess vegna liggur hún niður í ákafla. En að því ég sá þetta, þá gekk ég í mig, gerði það sem þurfti og svo leiti ég verkið og sá allt á sínum stað. Allt strengt og fínt. Og ég segi, ég er enginn gegn. Nákvæmlega. Trúin, hún virkar svona. Að sé hún uppi, það fer ekkert í gegn. Hún er þessi varnargirðing. Þess vegna þurfum við að læra það að við erum alltaf með trúna okkar uppi. En hún getur verið á öllum stöðum. Horfinn, hvað erum að vera maður? Stundum erum við svolítið í banastöðu, þá er allt uppi. Sveiflur. Ég veit að þú þekkir ekkert svona, en ég veit menn sem eru svona og ég hef oft verið svona sjálfur. Þetta hefur verið á ýmsum stöðum hjá manni. Við eigum að vera óhræddir að viðurkenna svona laga. Við eigum ekki að segja við maður í þessar stöðum að maður getur ekki viðurkennt svona. Hver er þessi staða sem þú ert í þar sem þú getur ekki verið þú sjálfur? Í Jesú nafni. Hún er ekki til. En þetta er einhver goggunarauð hjá okkur sem við erum búin að setja upp. Maður er alltaf að halda virðingu sinni. Hvað er virðing? Ég skal segja hvað er virðing. Þú virðir Drottinn og hann virðir þig og það er virðing sem þú þarft að vita um. Ég veit þú veist um hana, en keppur eftir þessu að vera undir þessari virðingu. Ég veit það ekki. Þarna sé ég að klukkan, hún er dottin og ég sá hún var eitthvað, það var einhverjar mínútur eftir, en ég þarf að hlaða hana. Svo ég sýni hana að þetta er gallagripurinn. Kannski er hún ónýtt. Ég var nú búinn að hlaða hana en hún hérna, það getur líka vel verið að þráðurinn sem ég var að hlaða með þessi eitthvað gallaður. Hvað það? Þá er þessi þáttur svona langt kominn. Hvað er ég búinn að tala lengi? Ég sé ekki það er hérna á hérna. Sé þetta ekkert maður, svo er ég ekki með rétt glerugu. Þetta er ekki eina hjölun í dag. Það við tölum bara lengur. Það er ekki nógu tími, en dagurinn er ungur. En hérna, við þurfum nú samt að ljúka þessu einhvern veginn og ég veit að tíminn var nú orðinn nokkuð nálægt svona lokunum hjá okkur, svona sem venjulegu lokum. Ég er að reyna að sjá á hérna klukkuna, vélarklukkuna, ég sé þetta ekki, ég er ekki með henni, var ekki tilbúin í þetta maður. Hvað ertu að reyna þarna maður? En hérna, úr því að þetta fór svona, gafst upp klukkan, það var mér að kenna. Það er ekki að stoppa þetta bara núna, þetta var nokkuð þátt samt. Og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram í Jesú nafni.